Hlustandi hringdi á dögunum og bar upp tvær spurningar sem henni lágu á hjarta. Fyrri spurningin fjallaði líkbrennslu og hin spurningin snerist líffæra flutninga. Hún spurði hvað verður fólk sem lætur brenna líkama sinn eftir að það deyr? Og allt í lagi að láta brenna lík hinna dánu? Konan vildi fá að vita hvað Biblían hefur þetta að segja. Mér ljúft að deila nokkrum hugsunum með hlustendum þetta mál og vil ég byrja á því að benda þá staðreynd að Biblía fjallar aðeins eina líkbrennslu og það sagt frá henni í fyrri Samúelsbók í 31. kafla, 11. til 13. vers og það hljóðar þannig. Íbúarnir í Jabes í Gilead fréttu hvernig Filistar höfðu farið með Sál konung, þá tóku sig allir til vopnfæri menn, gengu alla nóttina og tóku lík Sáls og lík sona hans ofan af borgarmúrnum í Bet-San. Síðan héldu þeir heim til Jabes og brenndu þar líkin. Því næst tóku þeir bein þeirra og grófu þau undir tamarisk trénu í Jabes og föstuðu í 7 daga, tilvitni lýkur. Í Biblíun að finna aragrúa af upplýsingum dauðan og hvað verður þá sem dánir eru, svo og líkami hinna látnu. Í þessum upplýsingum að finna vissa vísbendingar sem varpa ljós á málið. Við skulum skoða þetta nánar og látum orð Guðs leiðbeina okkur og við byrjum þá að lesa í Predikaranum í 3. kafla og það 20. vers. Það hljóðar þannig. Allt fer sömu leiðina, allt á moldu komið og allt hverfur aftur til moldar, tilvitni lýkur. Af þessari yfirlýsingu Drottins augljóst að hvernig sem við deyjum og hvernig sem líkaminn meðhöndlaður eftir að líkaminn lífvana, sem sagt dáinn, þá verður hann aftur að moldu. Næst skulum við fara yfir í Jóhannesarguðspjalli 11. kaflan og byrjum að lesa þar frá 11. versi. Þar segir Jesús við þá, þar að segja við lærisveinana, Lazarus vinur vor sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn. Jesús líkti dauðanum við svefn. Og það gerum við reynda líka þegar við tölum dauða svefn hinna dánu. En áður við skoðum nánar hvernig líkbrennsla geti komið hér við sögu, skulum við lesa það sem Páll postuli segir okkur hinna dánu. Það finnum við í fyrra Þessaloníkubréfi í 4. kafla og við lesum þar 13. og frá 13. versi. Hann kemst þannig á orði. Ekki viljum við bræður láta yður vera kunnugtu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir, sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Og hann heldur áfram, því að það segir við yður, og það orð Drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu Drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfur Drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuð engils raust, með básúna Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrst upp rísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við Drottinn í loftinu og síðan munum við vera með Drottni alla tíma. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Páll postuli hér að fjalla alla þá einstaklinga sem hafa dáið frá upphafi vega til þess dags Jesús snýr aftur til jarðar að sækja fólki sitt. En þá mun að reisa dána aftur til lífsins og gefa þeim nýja líkama hverjum og einum.
og einnig þeim einstaklingum sem eru þá lifandi og eru honum trúfastir. Og það er augljóst að hér skiptir engu máli hvernig hinir dánu dóu, hvað þetta snertir, því að skaparinn gefur þeim sem hann þá reisur upp frá dauðum nýtt líf í nýju líkama sem varir að eilífu. Líkama sem er hraustur og heilbrigður alla tíð. Frá mannkynssögulegum heimildu vitum við að margir létu lífið í grimmilegum ofsóknum af völdum rómversku keisarana, sem létu brenna marga á báli en kastað öðru fyrir villidýr sem átu hina kristnu uppísláotta. Í heiftulegum trúar ofsóknum gegn kristnu fólki á miðöldum létu margir lífið á bálkostum. Og svo vitum við að mikill fjöldi einstaklinga hefur í gegnum aldirnar drukknað í heimshöfunum, en það leysist líkaminn upp í vatninu. Þá eru þeir ótaldir sem eru grafnir í moldu jarðar eftir að þeir dóu af elli eða slysförum eða sjúkdómum. Allir verða fyrr eða síðar að moldu, hvernig sem þeir deyja. Þar með taldir þeir sem láta brenna líkamsleifar sínar. Margir þeir sem deyja af slysförum missa handleggi eða fætur og kannski eru þessir útlimir viðkomandi ekki lagður í gröfina með þeim vegna þess að þeir finnast ekki. En aðrir eru bókstaflega sprengtir í tætlur á vígvöllum eða þegar hryðjuverkamenn koma sprengju sínu fyrir á meðal fólks, þegar Drottinn reisir dána aftur til lífsins, þá skiptir engu máli hvernig þeir dóu, eða hvort fólk var jarðsett án einhverra líkamshluta sinna. Drottinn mun reisa fólki sitt aftur til eilífs lífs og gefa hverju og einu okkar heilbrigðan og fullkominn líkama. Postulinn Jóhannes fjallar dóm Guðs sem haldið verður yfir sérhverjum manni og konu í lok tímana, en hann skrifar eftirfarandi í Opinberunarbókinni í 20. kafla og það er frá 13. versi, reyndar er það bara 13. versið. Þar segir: og hafi skilaði hinnu dauðu þeim sem í því voru, og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru, og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum. Tilvitni lýkur. Víða í Biblíunni er hugtakið hel notað gröf hins látna. Af öllu ofangreindu er augljóst af blöðum heilarar ritningar að ekki skiptir neinu máli hvernig fólk lætur ganga frá líkamsleifum sínum. Hvort sem líkaminn er grafinn í moldu jarðar, eða brendur í eldi, eða leysist upp í djúpi hafsins, þá verður skaparinn okkar og lífgjafi ekki neinu vanda með að reisa dána aftur til lífsins og gefa réttlátum nýja líkama til að njóta eilífrar sælu í dýrðaríki hans. Við skulum því minnast fyrirheitis Jesú Kristis og það er að finna í Mattheusarguðspjalli 11. kafla og þar lesum við 5. versið. Blindir fá sýn og haltir ganga, lík þráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi. Tilvitni lýkur. Eiginkona mín, Lilja Guðstisdóttir, lést í apríl árið 2010 eftir langvarandi veikindi. Hún vissi að dauða hennar myndi brátt bera að hendi og hún var vel undir það búin að sofna hinsta svefni. Hún var fullviss það að Jesús Kristur myndi koma innan skams og vekja hana aftur til lífsins. Hún gaf fyrirmæli að láta jarðsetja sig á hefðbundinn hátt í kirkjugarðinum í heimabæ okkar. Hún tiltók alveg sérstaklega að ekki kæmi til greina að láta brenna líkama hennar. Þótt hún vissi að hún svæfi meðvitundalausu svefni í dauðanum og að þess vegna skipta það í rauninni engu máli hvernig gengi yrði frá líkama hennar, þá gat hún ekki hugsað sér annað en hefðbundna greftrun á jarðneskum líkamsleifum hennar. Að sjálfsögðu var fyrirmælum hennar fylgt í hvívetna.
Áður en elsti bróðir minn dó í Svíþjóð, gaf hann fyrirmæli að láta brenna líkamsleifar sínar og dreifa öskunni út á sundin sunnan við strendur Svíþjóðar, sem var gert. Síðar, þegar ein af systrum mínum dó, gaf hún fyrirmæli að láta brenna líkamsleifar sínar en jarðsetja þær í kirkjugarði á Íslandi. Þannig eru óskir einstaklinga mismunandi og það er sjálfsagt að framfylgja þeim. Hlustendur útvarps og boðunar kannast eflaust við röddu Lilju, enda las hún ótal mörg erindi og bækur sem enn má heyra í útvarpinu. Svo er fyrir tækni nútímans að þakka að raddir okkar geta haldið áfram að hljóma á öldum ljósvakans og veru mörgu til fræðslu og blessunar, árum og kynslóðum eftir að við höfum lagst til hinstu hvíldar. Ég hlakka mikið til þess dags að Drottinn kemur til að sækja okkur og fylgja okkur heim inn í dýrð himinsins. Þá verða glaðir endurfundir ástvina sem dauðinn og jarneska líkamsleifar okkar geta alls ekki komið í veg fyrir. Ég á frátekið reit við hliðina á Lilju þar sem hún hvílir núna. Hvort sem ég lifi það að sjá Drottinn koma í mætti og mikilli dýrð, eða hvort að ég leggist til hinstu hvíldar við hlið eiginkonu minnar áður en Jesús kemur aftur, það skiptir engu máli. Enda munu dánir rísa upp og ganga til fundar við hann í loftinu, eins og við lásum hér að framan. En við getum lesið þær stórkostlegu breytingar sem verða munu á okkur, fólki Guðs, þegar hann kallar á okkur. Og við skulum lesa það til dæmis í fyrra Korintubréfinu, í 15. kafla, og það eru versi 51 og 2, það sem segir á þessa leið. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast. Í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla, og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir, og við munum umbreytast. Tilvitnun lýkur. Með öðrum orðum, Guð er ekki háður því að notast við okkar gamla líkama þegar hann reisir okkur upp frá dauðum. Enda verður sá líkami að moldu og Drottinn mun gefa okkur nýja líkama sem verður heilbrigður að eilífu. Ég hvet ykkur öll sem á þetta hlýði til að þreyja enn stund, því allt bendir til þess að frelsarinn okkar fari senn að koma. Allt það sem hann áformar að gera fyrir okkur er vel þess virði að við reynumst honum trúföst til hinstu stundar. Spyrjandi bað okkur einnig að fjalla líffæraflutninga, hvort Guð leyfði að líffæri úr einum einstaklingi væru grædd í líkama annars einstaklings. Biblía fjallar ekki beinlínis líffæraflutninga, en við lestu Biblíunnar getum við þá farið nokkuð nærri hver vilji Guð sé í slíkum tilvikum. Páll postuli minnist þess í Galatabréfinu í 4. kafla á 15. versi að hinnir trúuðu í Galatíu hefðu glaður gefið Páli augu sín ef auðið hefði verið. Hér er líklega að vísa til þess hver slæma sjón Páll hafði eftir að Jesús birtist honum þegar hann var á leiðinni til Damaskus til að ofsækja kristið fólk þar í borg. Páll blindaðist af ljósdýrð þeirri umlykti Jesú, en fékk sjónina aftur eftir 3 daga. Hann kvartaði þó undan líkamlegum krankleika sem hann þrívegis bað Guð að lækna, en svar Guðs var aðeins þetta: náð mín nægir þér. Svo virðist sem Páll hafi ekki fengið aftur fullkomna sjón eftir að hann snerist til trúar á Jesú Krist. Það ráðu við að því sem að skrifar í sumum bréfum sínum, eins og í Galatabréfi í 6. kafla, í 11. versi, þar segir Páll: sjáu með hversu stórum stöfum ég skrifa yfir með eigin hendi. Og tilvitnun lýkur. Þessi orð hans benda líklega til þess hve dabra sjón hann hafði eftir að hann hafði mætt Jesú á veginum til Damaskus.
Ef læknavísindin hefði verið eins góð á dögum Páls og þau eru í dag, væri flutningur augna frá einu líkama í annan alls ekki óhugsandi. Í Gamla testamentinu segir Drottinn sjálfur frá þeim möguleika og jafnvel því áformi sínu að gera vissa hjartaaðgerð á öllu þeim sem gangast honum á hönd. Það í Esekiel 37. kafla, vers 26, þar sem Drottinn tekur af skarið nauðsyn þess að við undirgöngumst hjartaskipta aðgerð og það Drottinn sjálfur sem skurðlæknirinn. Við skulum lesa það sem segir okkur slík hjartaskipti. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Tilvitni lýkur. Þannig fjallar Drottinn vissa björgunar aðgerð sem hann sjálfur vill fá að gera á okkur til að bjarga lífi okkar að eilífu. Í Nýja testamentinu sagt frá mörgum atvikum í jarðnesku lífi Jesú, þar sem hann læknaði fólk af alls kyns sjúkdóma. Hann gaf blindum heilbrigð augu, höltum og lömuðum voru gefnir heilbrigðu fætur og líkþráir sem margir hverjir höfðu misst fingur og tær urðu alheilbrigðir. Jesús hafði yndi af að gefa sjúkum heilbrigð líffæri í stað sjúkra og ónýtra líffæra. Sjálfur gaf Jesús líf sitt á Golgata okkar vegna til þess að við mættum lifa að eilífu í dýrðarríki hans. Af þessu tilvitnunum í orð Guðs virðist sem Drottinn leggi blessun sína yfir flutning líffæra frá einum einstaklingi til annars einstaklings, sé tilgangur sá að bjarga lífi hans. Í sömu tilvikum hefðu hinir blindu geta lifað áfram án þess að hafa sjón, en Jesús gaf þeim samt sem áður ný augu og fulla sjón. Í þeim tilvikum snerist málið ekki að bjarga lífi hinna blindu, heldur hafði Drottinn unun af að bæta lífsgæði hinna sjúku og þjáðu. Hið sama átti við halta og lamaða, sem eflaust gátu lifað áfram árum saman við slæm skilyrði, en Drottinn gaf þeim nýja fætur og nýtt lífsþrek, því að þannig frelsarinn okkar. Hann læknar og endur skapar okkur. Hann áformar meira að segja að sjá til þess að við getum lifað að eilífu í nýjum og heilbrigðu líkama. Jesús Kristur svo sannarlega undursamlegur læknir og frelsari. Vissulega blóðið eitt af líffærum líkamans og sem slíkt hefur blóðgjöf eins einstaklings reynst lífgjöf fyrir annan í ótal mörgum tilvikum. Við hjónin eignuðust 4 börn, en þegar Lilja ól okkar annað barn, munaði sáralitlu að hún lifði þann barnsburð ekki af, þar sem hún missti svo mikið blóð. Það þurfti snör handtök góðra manna til að útvega bæði réttan blóðflokk og sérfræðing frá annarri borg til að bjarga lífi Lilju. Allt fór þó vel að lokum og drengurinn sem fæddist nú starfandi læknir, sem fyrir sérgrein sína hefur hjálpað til við að bjarga mörgum mannslífum. Lilja lifði í tæp 40 ár eftir þessa örlagaríku blóðgjöf og hún hefur verið til mikillar blessunar mörgum einstaklingum sem komist í kynni við hana, einmitt vegna þess að hún fékk blóð að gjöf frá öðrum. Í ljósi alls þess sem orð Guðs hefur að segja slíkt fólk og lækningar, að ekki sé minnst á áform hans að gefa hverju og einu okkar nýjan og heilbrigða líkama sem varir að eilífu, þá ég persónulega ekki neinu vafa það að Guð leggur blessun sína yfir líffæraflutninga frá einum einstaklingi til annars til þess að bjarga lífi hinna sjúku og einnig til að lina þjáningar hinna sjúku, svo og til að bæta lífsgæði þeirra.